Í dag var sett lögbann á að taka gjald af ferðamönnum við hveri í Mývatnssveit. Talsmaður landeigenda Reykjahlíðar segir þetta svartan dag fyrir náttúruna. Gjaldtaka af ferðamönnum við Leirhnjúk og Námaskarð var bönnuð í dag samkvæmt úrskurði sýslumannsins á Húsavík. Ekkert skipulagt eftirlit verður á svæðinu og snyrtingar verða fjarlægðar. Í sumar hefur eignarhaldsfélagið Landeigendur Reykjahlíðar rukkað ferðamenn 800 krónur fyrir að skoða hverasvæðin við Leirhnjúk og Námaskarð. 7 af 17 hluthöfum félagsins fóru fram á lögbann vegna gjaldtökunnar sem sýslumaðurinn á Húsavík samþykkti í dag. Gerðarbeiðendur lögðu fram 40 milljóna króna tryggingu. Fyrir hádegi í dag þurfti ferðafólk að greiða fyrir aðgang en ekki eftir hádegi. Það ekki hægt að segja annað en þetta sé svartur dagur fyrir náttúrunni Reykjahlíð. Vegna þess að hér eru teknir fram fyrir eigin hagsmunir einstakra aðila í landeigenda í ferðaþjónustu og það virðist vera að þeim sé alveg sama náttúruna. Ólafur segir að slysahætta skapist í kjölfarið og hann mælist til þess að ferðaþjónustufyrirtæki fari ekki inn á þessi landsvæði með ferðamenn. Næsta það að við fjarlægjum bara það sem við erum hér á þessu svæði og það verði engin salerni og menn ganga hér bara frjálst þetta svæði og án þess að nokkur fylgi því eftir eða verði viðhaldið nokkur skapaðan hlut hérna. Og það nú ekki það sem við hefðum viljað sjá gagnvart náttúrunni. Fer þetta mál fyrir dómstóla? Já, ég reikna með því. Nú verður bara látið fá niðurstöðu í því. Þetta ekkit eina máli sem liggur undir. Það allt Reykjahlíðarland.